og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Nú ætlum við að hnýta flugu sem búið er að biðja á rósinni. Og við ætlum ekki að hafa hana þyngda í þetta skipti. En þetta er sem sé Black Ghost útgáfa sem ég hef mikil álit á. Það er gaman að Black Ghost, þannig að einum uppáhalds flugum. En til að byrja þetta þá erum við að nota hérna Semperfli sem er nanosilk Semperfli 50 dennir og 50 og krókurinn sem við erum að nýta þetta á er Deep Streamer, þessi RX Deep Streamer númer 4 og þetta er klassískur Black Ghost, þannig að við byrjum bara á skottinu á honum. Við notum Marabou, gulan Marabou í það. Sem sé stélið af fluguna kemur hérna. Grípum það með teinunum hérna. Vist svona frekar laust, endum með það hérna cirka, svo herðum við á þessu. Setjum þetta hérna hann þetta síðan upp á króknum allt á cirka sama stað. Bindum þetta alveg pikkfast niður. Svona, við erum að passa okkur að skilja eftir pláss fyrir hausinn. Það er búið að biðja Black Ghost í alls konar útgáfum og við erum að svara því. Þetta er, trúið mér, þetta er Black Ghost númer 2 á rásinni og að því þetta er nú uppáhalds flugan minn þá erum við ekki að fara að slá neinu slöku við með Ghostin. Það sýnir ykkur líka mikroútgáfnar á hann sem hafa verið alveg og útrúlega viðnar. Svona. Þá er næst vængur og að því að við erum að gera flugu fyrir urriða og stóran fisk væntanlega vonandi, kannski villingavatnið eitthvað staðar, þá er til þess að flugan endist betur, þá er ekkert galið að henda á búkinn á henni, smyrja smá sapagap lími, bara superglue lími í rauninni, nema glært alveg. Það styrkir búkinn alveg gríðarlega. Svo erum við með hvítan svonker Gweng og við þurfum að mæla út hvar við viljum festa niður. Og ég læt þetta yfirleitt ná þannig að hvíti vængurinn sé cirka samsíða gula stélinu eða skottinu á flugunni. Og til þess að mæla þetta út þá sjáum við hérna hvar samskeytin hvar nálin er hérna. Þá stingurðu inn í efnið svona, sjáðu, og þá færðu á cirka bát staðinn sem þú vilt hafa þetta á. Og ég hnýti sonkarvænginn niður svona, ég nenni ekki að vera með vír á hann og gera eins og svona matúka aðferðin býður upp á. Einfaldlega vegna þess að vængurinn verður þá, hann verður bindur hlutanum niður og hann verður ekki alveg eins lifandi. Flugan kann að verða endingabetri, það er að vísu. En þetta er ekki að fara neitt, þegar þetta er orðið svona fast. Svo setjum við, sýnum ykkur hvernig þetta virkar hérna. Það sést ekki. Setjum við sonkarvænginn bara hérna í klemmuna. Svona, það er nú að klemma á væsnum. Nú veit ég ekkert hvað svarta efnið er. Já, það er þetta. Og í búka á þessari flugu þá erum við að nota bara svart flós hérna. Það er hér. En það má vera árugat, það má vera hitt og þetta. Bara
Þannig að ghostin standi undir nafni þá þarf þetta að vera svart eitthvað. Árurugarnir já, það er klassískt, það er svona alternatíft efni, gríðarlega sterkt og þægilegt að vinna með það. Og auðvelt að snúa upp á það og byggja upp sterkan búk og svona. Þannig að nýtum þetta inn svona og svo að því þetta er Black Ghost þá getum við ekki skotið okkur undan því að vera með vír í ghostinum og við erum að nota sjálfsögðu bara silfraðan vír sem sé Semperfli vír sem ég er með hérna á borðinu og hann kemur hérna undir þetta, nýtist bara hérna hinum megin þannig að þetta sé ekki allt í ofan í hvort öðru og á svona stað. Svo nýtum við þetta hérna fram og þetta loka hérna vírnum alveg alls staðar og þá þurfum við að byggja upp búkinn á flugunni. Hann kemur hér úr svörtu flossi. Því næst kemur vírinn. Hann fer í gagnstæða átt yfir þessum vöðvum. Vírinn styrkir búkinn á þessum flugum alveg helling. Grípum hann með tvinnunum hérna og það er hægt að taka rosalega vel á þessum tvinna. Svona. Og svo þyrlum við vírinn hérna í burtu, restina á honum. Og förum að gera klárt í höfuðið og hér er þetta eftir að vírnum svona og við þurfum að vera með skegg á flugunni. Þá er hægt að nota þessar styttri fanir hérna á fjörunni til dæmis. Þannig að maður nýta svona cirka bát allt efnið sem er til og svo þetta er eins og við séum mislangt og bara er ekkert mál að taka hérna aðeins í endan á þessu og jafna þetta þannig út. Svona. Og að því við erum nú með þennan fínara en sett í væs hérna þá snúum við að sjálfsögðu flugunni hérna. Við zooma hérna aðeins inn fyrir okkur. Þá mælum við skeggið á henni hérna. Cirka hingað, klippum þetta til hérna kemur skeggið hérna svona og þá er næsta skref, það er vængurinn og aftur til þess að átta okkur í rauninni á staðsetningunni. Það er tvennt sem við getum gert þegar við erum að vinna með svona kannu. Það er að bleita puttan hérna aðeins og væta þetta svæði sem við erum að fara að nota hérna. Svo förum við með nál hérna, hún er meina hérna mín megin og stingum í gegnum þetta hér, sjáðu þið, og drögum þetta upp. Þá er þetta hérna akkurat spottið sem við ætlum að binda niður. Þá verður það endanlegi punkturinn, skurðarpunkturinn. Og við ætlum ekki í þetta skiptið í þessum songar eða þessum ghost ætlum ekki að vera með auga á honum, við setjum auga ekkert tíma seinna, okkur annan. Og
kemur í burtu hérna svona, þetta er eitthvað laust. En við ætlum að setja smá glimmer í restina á honum eða sko sem sé tinsel. Þá byrjum við bara á því að byggja upp hausinn. Nýta þetta þéttingsfast hérna niður. Þetta er það sem að þetta þarf að halda flugun alveg. Við erum með smá tinsel hérna. Sem er hérna perlu tinsel og ég ætla að setja bara einn renning sitt hvoru megin. Sem sé það verður þá einn hérna megin, mínu megin. Yfir vænginn og einn hérna ykkar megin. Yfir vænginn líka. Þá kemur hérna glampi á vænginn sem gerir þetta hérna líklegra. Sjáðu þið. Festum þetta niður, svona, og svo klippum við sjálfsögðu burtu restina. Svona, og þá er bara hausinn á fullt, klára hann, og að því þetta er stór haus á flugunni, þannig séð. Já, stór hann er bölkaður út af því að þetta er náttúrulega þannig efni sko sem við að vinna með. Að þá hugsaði við splæsum við superglue á hann. Það er bara nútur hérna á þetta. Tvöfaldan. Og þessi er bara klár í villingavatnið eða Þingvallina eða Viðvatn eða hvort sem ferðin er heitið næsta sumar. Þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þetta er sem sé Black Ghost eins og ég nýt hann, Sonker. Og þetta spilar rosalega vel saman, eins og sé Marabou og svo kanína. Þetta er hvort ekki mjög lifandi í vatninu, hvort efni fyrir sig. Við sjáum núna hérna til þess að Marabou skeggið hérna verði ekki fyrir þegar við lökkum þetta, bara bleitir upp hötana, tekur þetta til hliðar. Svona. Þá er ghosting klár í slaginn fyrir næsta sumar og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið og muni að deila rásinu og setja like við vídeóið og gerast áskrifundur en við bara sjáumst hress og gott í næsta vídeói. Takk fyrir.